Maja fann þungan ský yfir sér. Vísindaverkefni hennar átti að skila sér fljótlega og hún barðist við eldgosamódelið. Ó, þetta er of erfitt, sagði hún og horfði á óreiðulegan búnað sinn. Eldri bróðir hennar, Rowan, var að spila leik í nágrenninu. Hann heyrði hvíslið hennar og sá sorgmætt andlit hennar. Hann stöðvaði leik sinn, hugsi svipur fór yfir andlit hans. Hvað er að, Maja? Spurði hann varlega og settist við hlið hennar. Eldgosamódelið stendur ekki og ég veit ekki hvaða staðreyndir ég á að bæta við, muldraði hún, næstum grátandi. Rowan hló ekki né stríti. Þess í stað horfði hann á módelið með henni. Við skulum prófa þetta, stakk hann upp á og sýndi henni bragð til að gera grunninn sterkari. Þau unnu saman. Rowan hjálpaði henni að rannsaka áhugaverðar staðreyndir eldfjöll og gerðu litríkar minnismiðar. Þau deildu grænmetiskökum og safa. Þungi skýið fyrir ofan Maju tók að léttast. Hún fann til léttis, ekki lengur ein, þar sem hjálp Rowan gerði stóra verkefni lítið. Á kynningardeginum stóð Maja upprétt. Eldgosamódel hennar var ótrúlegt. Þegar hún vann fyrstu verðlaun fagnaði Rowan hæst. Við gerðum það, Rowan, hrópaði hún og faðmaði hann fast. Hann brosti sannarlega glaður yfir árangri hennar og fann gleði hennar sem sína eigin. Systkinaást deilir sannarlega gleði þinni og sorgum, glettir byrðar og gerir sigra sætari. Gerðu áskrifandi að Íslandi líkaðu við þetta myndband og skrifaðu athugasemd hér að neðan fyrir fleiri hvetjandi sögur.